Komið þið sæl. Helgarveðrið ekki spennandi hjá okkur eins og þetta kort ber kannski með sér hér. Það er lægð að koma hér úr suðri, þéttir þrýstilínur yfir landinu og hvað var það morgundaginn og raunin það sem eftirlifir þessa dags og morgundagsins að þá nú bæði hvasst og töluvert úrkoma í þessu hjá okkur og hríðar veður víða um land á meðan að þetta kerfi gengur yfir. Og þetta hefur allt að gera með átökum milli þessa kalda loftmassa sem yfir landinu núna og þessa hlýja loft sem að leita hér suður eftir og nær að vissu leyti inn yfir land hjá okkur þegar lægðin kemur nær eins og við sjáum hér þessa gulu sleikju sem kemur inn yfir landið. En það eru fjölmarga viðvaranir í gildi, allir landshlutar með sína viðvörun getum við sagt og við byrjum fyrst að horfa á hérna hvernig svona úrkoma og vindafari verður í kvöld og á morgun. Þá sjáum við hér að það snjóar nú sem starf þá sérstaklega á austanverðu landinu, hvassviðri sem að fylgjur þessu en það hlánar síðan þegar líður á morgundaginn og svona blá og græna litapaletten bendir til þess að þetta sé þá komið yfir í rigningu. Nú seinna í kvöld að þá verður staðan á þessa leið með tilliti til viðvarana. Við sjáum að það eru konar viðvarnir á vestanvert landið. Það vegna hvassviðris og appelsínugul hríðaviðvörun hér á Suðausturlandi og hvað var vindatöluna benda til þess að það náttúrulega ekkert ferðaviður í þessu, ekki síst á þegar þegar hríðin komin inn í myndina að það mun væntanlega valda erfiðleikum hvað ferðalög varðar og því væntanlega bara best að halda sig heima og seinna meir í nótt að þá bætast viðvaranir í öðrum landshlutum og við sjáum að þetta klukkan 8 í fyrramáli þá eru appelsínugul hríðaviðvörun í öllum landslutum og vindur yfir 30 metrar á sekúndu víða til fjalla og jafnvel sums staðar þar sem vindur stendur á fjöllum á láglendi. Skilin ganga síðan vestur yfir og við sjáum hér að það sem komið yfir í grænan og síðan bláan lit að þá nú farið að hlána í þessari úrkomu og það verður tilfelli seinnipartinn á morgun eins og við sjáum hér, þetta farið yfir í rigningu þá hér í suðaustanlands og af þeim sögum náttúrulega viðvaranir dottnar úr gildi svona víðast hvar á austanverðu landinu. Þetta síðast út á norðvestur horninu. Fljótlega upp úr þessu, hérna klukkan 18 á morgun þá fer ástandið nú að lagast hér við Faxaflóa og Norðurlandi vestra og síðast lagast ástandið þá á Vestfjörðum. Það ekki alveg kannski sömu lætin í þessu þegar við komum síðan fram yfir helgi. Hér spá mánudagsins vissulega svona sæmilega milt í þessu þá sérstaklega norðanlands og þar getur sól skinið á köflum en viðbúið að það mun nú eitthvað rigna hér sunnan og vestan til á landinu og síðan meir þá á þriðjudaginn þá sjáum við þetta svona tiltölulega rólegt veður í þessu en það kemur hér norðan góla eða kaldi þá inn yfir landið þegar líður á þriðjudaginn og það mun sjálfsagt frysta þá nokkuð víða land. En og hæglætis veður allan eru spár svona nokkuð sammála það hvað varði miðvikudaginn, vissulega svona kalt í flestum landshlutum, getur hlánað hér yfir daginn alltaf síðast á landinu en við skulum sjá betur hverju framvindur með þróununa þegar líður á vikuna. Förum síðan yfir til Evrópu og þessi lag sem að valda þessu leiðindaveðri hjá okkur, hún inn að bera með sér hlýtt loft hér til norðurs í Evrópu og við sjáum það svo sem að það eru hækkandi hitatölur í Mið-Evrópu, farið að nálgast jafnvel 20 stigin í Belgíu og Frakklandi og víða bara nokkuð sólríkt veður á morgun en hvað var það Portugal og norðvestur hluta Spánar að það inn á skilin inn á morgun og því getur ringt töluvert þar. En það sem sé leiðindaveður sem í gangi hjá okkur þessa helgina. Viðvaranir úti fyrir flest alla landshluta, leiðindar ferðaveður og best að bara hreinlega að sleppa þeim og halda sig heima.
verið sæl.